Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að fara í einhverja ferð sem Drottinn vill að við förum í og veit hvað hann vill segja. Ég veit það ekki neitt og þarf ekkert að vita það. Hann er að tala, hann vill tala við þig og við skulum bara hlusta, gaumgæfilega og læra af því sem að Drottinn vill við okkur tala. Hann er verður að hlusta á og hlusta eftir og leita eftir og við getum vel þjálfað okkur upp í að leita hans uppi. Við erum nú að leita ýmsu en við ættum að leggja líka vinnu í það að leita hans uppi. Hann er ekki langt frá þér. Þar sem þú ert, þar getur þú vel kallað í hann og svona sóst eftir honum en eins og alltaf áður þá bíður hann eftir því að þú komir. Hann er alltaf til taks, þannig bara vinnur hann talaði þetta út, hann gaf manninu frelsi og þar með aðskildan fólk frá skepnunni. Við veitum að skepnan gengur eftir sinni eðliskvödd en okkur, mér og þér er ekki ætlað að gera það. Við erum því hugsandi vitsmunna verur með sjálfstæðan vilja og sjálfstæðar ákvarðanir. Þetta þurfum við að læra að vinna með og fara með til þess að lífið okkar verði hamingjuríkt líf en ekki snautt hamingju. Það er alveg hægt að fara með líf sitt þannig að það sé snautt af hamingju og því öllu saman en ríkt af einhverju sem við viljum ekkert hafa. Vegna þess að við erum að taka rangar ákvarðanir með lífið okkar. En við erum hér til þess að benda þér á það að það er til leið frá þessu öllu saman og þessi leið heitir Jesús. Hann er einn. Hann er sá sem hefur tekið að sér hlutverkið að fræða mig og þig og hann er tilbúin til þess að fræða mig og þig. En hann þvingar mig og þig og okkur ekki til þess að hlýða á sig. Við munum eftir ræðunni sem hann hélt í einhvern sal, ég man ekki hvar það var ef ég skilði þetta rétt þá var nú þarna talsverður fjöldi af fólki og þegar hann hafði lokið sér af og þá bara gengu allir út og sumir sögðu hörðu að þessi ræða hver getur hlustað á hana eða þung var þessi ræða hver getur hlustað á hana. Þetta er vegna þess að við höfum sjálfstæðan vilja og þessi sjálfstæði vilji okkar sem þekkir ekki Jesús, hann tekur bara til orða. Og þess vegna er Drottinn með sitt fólk til þess að kenna sitt orð, til þess að við tökum ákvarðanir með honum, að því við höfum átt á okkur á því hver hann er. Og núna kemur upp í hugan orð Péturs sem var með honum þarna á þessu fundi og heyrði þessa ræðu, hefur það fram með mig að hann heyrði ræðun en ég ekki. Hann sagði, hvert ættu þér að fara, Herra? Þér hafið orðið í lífs. Þetta er orðmann sem skilur hlutverk sitt, sem skilur hann sem hann þjónar. Hann veit hver Kristur er og hann veit að það er ekkert betra að fá annar staðar. Og þetta er ákveðin svona sannleikur sem Pétur er með, hefur fengið, hefur öðlast, hefur unnið til og gert að sínum. Hann sá sér auðvitað horfði á allt fólki fara, en það hvarflaði ekki á honum eitt andartak að fara líka. Kannski var ræðan þung og eflaust hefur hún verið það og kannski var svona farið að síga í brún og brá á þeim sjálfum. En þeir vissu hver hann er og það skar úr þegar kom að því að hann horfði á alla fara og hann sagði við sjálfum sig, hvert á ég að fara? Hann bendir þó að Jesús hefur orðið í lífs. Hvað þarf ég meira? Þetta er einmitt það sem við erum að árétta með því sem við erum að gera og tala og segja. Það er einmitt þetta. Hvert eigum við að fara? Hann hefur allt sem við þurfum. Hann er lífið og ég vil vera undir þessu lífi sem hann er með. Og það er einmitt það sem við þurfum að vera. Við þurfum að vera undir því lífi sem hann er og býður og hefur. Og þá líka eru allir okkar vegi færir. Og þeir verða áfram færir
að því við erum áfram á þeim stað sem að Kristur vill að við séum. Og hvar er það? Ja, hvar hefur við verið? Ef þú ert í ranni Drottins, þá segir Drottin við þig, vertu bara þar áfram. Vertu þá Pétur sem sagði, hvert ættu við að fara? Herra, þér hafi orðið í lífs. Nákvæmlega, hvert eigum við að fara? Við getum ekkert farið, við skulum bara halda áfram að vera það sem hann er. Akkurju? Það er einfallega best að vera það sem Jesús er. Það er mín reynsla og ég veit að það er þín reynsla sem að þekkir Jesús alveg eins vel og ég. Já, við getum þekkt Jesús. Við getum meira að segja þekkt hann svo vel að við getum sagt við hann, ef hann spyr okkur, hvert ættu við að fara? Þér hafið orðið í lífs. Við sjáum að þetta er mögnuð kennsla sem að Pétur er með þarna í raun og veru og ég trúi því að hann hafi meðtekið þessa kennslu fyrir sig. Og það hafi orðið til þess að hann sem sagt fór hvergi en sá salinn bara tæmast, bara í fússi. Og það má líka alveg spyrja sig það, því að við vitum að Drottinn reynir okkur þetta trúaða fólk. Kannski var þetta fyrst og fremst kannski reynsla fyrir þá. Kannski vissan að fólkið, hann myndi tala með þeim hætti að fólkið allt færi, nema þeir sem átt eitthvað aðeins meira. Kannski var hann að reyna sitt fólk. Það getur alveg verið. Við getum nálgast þessi vessa á svo marga vegu. Þetta er allt saman til þess að við byggistum upp. Við höfum oft fengið reynslu okkar trúa líf. Kannski var þetta eina af reynslunum sem að þeir fengu strákarnir. Sett fram af Jesú fyrir þá til að þeir sæju nákvæmlega hvar þeir stæðu sjálfur. Og það er nefnilega það sem við þurfum. Við þurfum að sjá sjálf hvar við stöndum. Við getum verið borubrött og við getum sagt margt við allt og alla. En hver er raunverulega staða okkar mála? Það kemur bara ljós þegar að fyrir að hrikta í hjá okkur persónulega. Þegar eitthvað kemur að okkur persónulega og prívat, þá sjáum við nákvæmlega hvar við stöndum og hvað í okkur býr. Og hvað býr í okkur? Ég held að ég geti alveg talað fyrir mína part að það býr trú Jesú Krist í mér. Og hvernig veit ég það? Bara að ég er hér. Af því veit ég það. Rétt eins og þú sem trúir manneskja, þá hef ég þurft líka að hafa fyrir þessu öllu saman. Og það er líka allt í lagi að hafa fyrir hlutunum. Það gerir bara það sem maður á og tilbyður og tegnar að ennþá meiri verðmætum. Þannig að við höfum öll verið reynd og ég trúi því svona í ljósi þessa sem við vorum að tala á þar, að þessi ræða hefði alveg geta verið sett fram til þess að þeir fengju sína reynslu. Hann spyr þá, ætli þér líka að fara? En fær þó þetta svakalega flotta svar frá Pétri, hvert ættu við að fara? Þér hafið orðið eilífs lífs. Ég held að þetta svar hans hafi glatt Drottinn mikið. Kannski var hann farin að efast það að þeir væru eins tryggir og hændir að sér eins og þau vildu vera að láta. Og við höfum oft talað það hér að Drottinn er ekta Guð. Hann veit alveg hvar við stöndum. Hann þarf ekkert að fá neina reynslu, en þú þarft reynsluna. Og kannski bregstu við eins og Pétur í sannleika. Það er það sem hann vill. Hann vill að við bregðustum við í sannleika. Þó er aðtúa það, bara eins og með mig og þig, þá hefur Drottinn verið að byggja okkur upp. Og þú veist það líka, alveg svo allir aðrir menn sem hafa lært, að við tökum próf í því sem við höfum verið að læra. Við tökum ekki próf í því sem við höfum ekkert lært Eins er það með trúna. Þú tekur próf í því sem þú hefur verið að fást við. Já, og kannski horfur þú eftir hálfum sal og heilum vegna einhver orða sem sögðu úr ræðupúlti.
en þú situr eftir. Og viðkomandi gæti alveg spurt þig, býtu við, akkur ferð þú ekki alveg svo allir hinir? Þá gæti svarið verið þetta: ég þjóna Jesús og ég í fyrir hvergi. Af hverju? Að því Drottinn hefur verið að byggja þig upp og það kom reynslustund á það sem að hendi mörgum út, en ekki þér. Að því þú sást saman á Pétur að Kristur hefur orð eilífs lífs, og við segjum, en já, hvert ættum við þá að fara? Hann er einn, hann er með þetta, og þetta vil ég hafa og þetta vil ég eiga fyrir sjálfan mig. Hvert á ég þá að fara? Ég hef engan stað til að fara á. Ég ætla því að halda áfram að vera þarna. Akkúrat það sem að Kristur vildi heyra, og vill heyra frá mér og þér. Hann segir, gott, það hefur þá virkað það sem að ég hef verið að byggja upp í þér. Frá degi til dag hefur hann verið að byggja upp í okkur einhvað sem að horfir til Krist á himnum. Og það með það sem hann vill að við gerum. Hann vill að við horfum, sem sagt hérðan, við erum náttúrulega í heiminum, við horfum til Krist í himninum. En við höldum auðvitað áfram að vera í þessum heimi. En við segjum og stöndum við, en við erum ekki lengur af þessum heimi. Við vorum af þessum heimi, en við vorum teknir úr þessum heimi til að gera hvað? Vilja Guðs. Ekki til að halda áfram að vera í sama bulli og við höfum alltaf verið. Það er ekki vilji Guðs. Og ef þú ert þar ennþá, þá skaltu rífa þig frá þeim stað og fara að gera það sem Drottinn er að bjóða þér. Og hvað er hann að bjóða þér? Hvað bauð hann Pétri? Til að byrja með. Hvað sagði hann við Pétur? Fylg þú mér. Og hvað sagði hann við þig í raun og veru þegar þú fékkst trú? Hvað voru orðin sem komu þá frá honum? Fylg þú mér. Hefurðu fylgt honum frá því að kalli kom? Þú þarft ekki að segja mér það neitt, en ég segi fyrir mína parta, já, ég hef gert það. Og ég ætla að enda mína daga í hans faðmi, ég lofa þér því. Og ég er tilbúin til að þola það sem þarf til þess að af því verði. Ég ætla ekki að kvika neitt frá því sem ég hef verið að gera, aldeilis ekki. Ég mun bara segja það sem Drottinn vill að ég segi, þegar hann vill að ég segi það. Flestir taka þessu nú vel, að ég reyndar veit ekki hvernig menn taka þessu, en ég mun tala bara það sem Drottinn hefur boðið mér að tala. Því að ég trúi því að það sem hann er að boða, það leiði allt til góðs. Og ég veit það af eigin reynslu að ef maður tekur við Drottni orðum hans, þá fer þetta allt vel. Þess vegna erum við að tala um Krist umfram allt annað. Hann er átrúnaðurinn minn. Ég mun því ekki vera í þeim hópi þó ég heyri eitthvað ræðu sem eitthvað stuðar mig. Ræða getur alveg gert það. Þá ætla ég samt ekki að yfirgefa svæðið. Og það langt er maður komin í þessu. Hafa margir yfirgefið svæðið. Á minni tíð, já, bara allt of margir. Hvar er þetta fólk í dag sem maður var að starfa með og verður oft hugsað og hugsað til og átti góða starfsfélaga með sér í þessu, en hvar eru þeir í dag? Ég bara veit það ekki ykkur að segja. Suma hef ég ekki séð ni hitt í árum saman. Hvar er þetta fólk? Akkur er það ekki í þessum eldi sem það var þá? Kannski eru þeir einn af þessum 1500 hvað þetta var í salnum sem sagði þung var þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Þannig við dæmum ekki þetta fólk. En við segjum við sjálfu okkur og megum gera, en ég vil ekki vera á þessum stað, ég vil ekki vera þarna og vera einn af þeim sem segir þetta. Þung var þessi ræða. Akkur var svona þung? Það er engin spurning um það að hún var þung vegna þess að hún snerti við fólkinu. Hún kom við kaun þess. Og það er náttúrulega alveg beint ofan í fýlupokan sem eitthvað sem snertir við kaunimanns
eða eitthvað í manni, það hendi manni beint ofan í fílupokan, maður rís upp úr honum alveg í rúllandi fílu. Og hvað er fyrsta hugsun sem að fílupúkin er með? Ég ætla bara að koma mér niðan. Ég vil ekkert vera í þessu lengur. Ég geti líka sagt eins og þessi, eða svo sem sagði þungar þessi ræða, hver getur hlýtt á hana, ég geti líka tekið mér þau orði í munn. Akkur voru svona þung? Já, líklega vegna þess að eins og vorum að tala um, þetta er snert við, komið við kaunin á fólki. Og þegar einhver kemur við kaunmann, að þá líka maður það nú ekkert mjög vel. Og viðbröðun eru alls konar. Móðgun, svo framvegis. Þannig að þetta er allt til staðar. Og þetta er það sem að Kristur er alltaf að eiga við. Hann er að eiga við þessar tilfinningar í manninum. Hann ætlar ekki að henda þeim út. Maðurinn er tilfinningaver og hún verður það áfram. En hann vill, að því við erum vitsmunaverur, sjálfstæðir einstaklinga, að við vinnum með þetta þannig að þetta sé ekki að bögga okkur svona svakalega inn á milli. Og að því að þetta er svona, þá er alveg ljóst að við munum þurfa að glíma við þessa þætti í okkur alltaf. Við munum aldrei ná öllum sigri yfir tilfinningum hvorki sem er ég eða þú. Það munum alltaf láta á sig kræla, það munum alltaf einhvað að gerast sem einhver segir eða gerir sem kemur við kaunin á okkur. Og það mun alltaf birtast með svipuðum hætti að við dettum ofan í fílupúkan okkar eigin fílupúka og rísum upp í honum. Sem þá bara fólk í rúllandi fílu. Alveg svoleiðis gegnum sýrta móðgun og öllu því sem að móðgun fylgir, að við heyrðum eitthvað. Það var eitthvað sagt við okkur. Ekki merkilegt tilefni, en þetta er það sem segir við mig, þetta er að vera maður, Konráð og Rúnar. Þess vegna erum við að boða Krist. Orðið hans það tekur á þessum þáttum. Það styrkir upp og byggir upp í okkur það sem að er veikt. Og við sjáum aftur myndin af postulunum sem að Kristur sneri sér að og spurði, ætli þér líka að fara? Svona að maður pæli betur í þessari sögu, þá má alveg leiða því líkum að þetta hefur verið sett fram ekkert síður til þess að reyna sína menn. En að sjá, þá stóðust þér allir þetta áhlaup. Áhlaup hvers? Sannleikans. Þegar við vitum að Kristur segir sannleikan. Við vitum líka að sannleikur getur alveg eins og margt annað komið við kaunin á okkur. Að því við erum ekkert öll sannleikans fólk og stundum viljum við bara ekkert heyra neitt sannleika. Og hvað viljum við heyra þá? Eitthvað sem kitlar eyrun. En ég geti því miður ekki bentir á Krist hvað það var það, því hann er ekkert í því að kitla eyru mín. Eitthvað sem að lætur vel í hjarta mínu umfram allt annað. Hann segir mér bara sannleikan. Og sannleikur vinnur sitt verk. Og svo að þeirri stund kemur, ef ég held áfram að vera þessi sannleikas megin manneskja, að sannleikur fer að láta vel í manni. Hann er ekki lengur eitthvað sem rótast upp í mér og ég dett ofan í fílupúkan, eigin fílupúka og kem upp alveg svoleiðis í rúllandi fílu. Að því að sannleikur vinnur sitt verk. Og það getur alveg komið að því að sannleikur verður bara þægilegastur allra viðmóta sem við fáum. Já, hann getur alveg slegið okkur utanundir. Og hann gerir það oft. Og kannski segir maður sem betur fer. En jafnvel það lætur í raun og veru vel í okkar eyrum. Og okkur líður vel undan þessu. Þegar ef við erum á þeim stað í trúnni okkar, þá mun þetta alltaf vakna upp og við sjá að okkur og við segjum við viljum þetta ekkert lengur. Við viljum fara frá þessu. Af hverju? Af því við erum að læra.
Drottinn hefur náð að byggja okkur upp. Það er það sem hann er að gera. Hann er að byggja okkur upp til að við getum staðið stöðugir sem einstaklingar. Já, ætlið þér líka að fara. Þið sjáu að þessi setning, eða þessi ræða, hún er mjög mögnuð kennsla. Og við getum nálgast þessa sögur svo allar aðra sögur í Biblíunni á svo margvíslegan hátt. Við bendum á hér að kannski og mögulega var þetta einmitt gert til þess að reyna strákana. Ég allavega mun ekki útiloka það að svo hafi verið. Kannski var það fyrst og fremst sem að tala eins og að tala vegna þeirra. Já, ég ætla að sjá hvað þeir þola strákarnir mínir. Og ég ætla bara að láta að hafa þetta óþvegið. Fólki í salnum, það greinilega átti ekki það sem að þeir voru þegar búnir að fá. Þess vegna líka stóðu þeir eftir. Og Pétur með sín alveg svakalega flottu orð og fleygu orð, hvert ættu þér að fara? Þér hafið orð eilífs lífs. Þeir stóðust þessa eldraun, þessa reynslu og urðu af miklu öflugri trúmenn en kannski þeir hefðu annars orðið, hefðu þeir mist af þessu sem hann var að gera. Hvað er þetta mynd af öðru en því að við skulum ekki vera að missa af því sem Kristur er að gera. Því að það gæti kosta okkur bara allt of mikið. Það er í gegnum þessar reynslur sem við verðum þetta trúaða öfluga fólk. Og hver vill ekki öðlast reynslu sem gerir hann öflugri í sinni trú. Og svona kemur reynslan, svona verðum við þetta öfluga fólk. Að við lendum í ýmsu en stöndum það af okkur. Það er það sem byggir trúna upp. Ekki allir yndislegu vinirnir okkar sem eru þarna þegar allt er í gudden og svo er þeir farnir leið og eitthvað kemur upp á. Það er nú því miður til svoleiðis vinir. Kannski eru við flestir þannig. Okkur líður ágætlega meðan þetta er allt eins og á að vera. Við leiðum fyrir eitthvað að blása á móti þá erum við farin. Þetta er ekki einhvað sem að menn bara segja, ég ætla nú bara að leiða og þetta byrjar eitthvað að blása þá er ég farin. Það reynir á. Þú áttir ekkert von á neinu, nema bara einhverju yndislegu. En bara svo við vitnum aftur í þessa ræðu, þegar allir fóru. Ég reikna með því að menn hafi komið áhuga samir það sem að Kristur ætlaði að fara að segja, en þeir fengu eitthvað aðeins annað. Og þeir gengu út með þau orð að þung hafi þessi ræða verið. Það hitti komið kaunin á þeim. En það er líka rosalega flott mynd sem er dregin þarna upp, sem er af þessum strákum, þessum lærisveinum hans. Kannski voru þeir allir 12 þarna, ég veit það ekki. Segir ekkert það. En þeir voru allavega búinir að fá það mikið fram yfir alla hina að þeir sátu eftir. Og Kristinn og hann Pétur með sín svakalega flottu orð að hvert er ég að fara? Og hversu oft, í raun og veru hefur maður ekki sagt þetta við sjálfan sig, hvert á mann að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs. Og þetta er bara orðin trú og sönnu. Og þetta er það sem heldur í mann að halda þessu allir bara áfram. Því að þetta er það góða verk sem er gott verk í raun og veru og alltaf. Hvað sem það er unnið fyrir mínar hendur eða minn mun eða þinn, það skiptir ekki máli. Við erum tendruð og nærð af trúnni. Og við, í gegnum þessa skafla sem við fengið, erum orðið það traust og örugg að það haggar okkur í raun ekki neitt. Hvað getur haggað þér? Ég segi það nú bara fyrir sjálf mig, ég veit ekki hvað getur lengur haggað mér.
ég held að það sé bara ekki hægt að hagga mér neitt. Maður hefði þá látið haggast ef maður væri hagganlegur. Af hverju verður maður svona óhagganlegur? Það segir sig alveg sjálf. Nú svo bendum við aftur á Pétur og hina sem voru með honum á sama stað. Drottinn hafði fengið að byggja þá upp í sínu orði. Það er ekkert annað svar inn í þetta. Og við verðum að læra það að tala sannleikann. Við tölum sannleikann eins og Kristur setur hann fram. Og ef að þú ert svo manneskja sem leyfir bara Krist að tala til þín og þú talar út þinn mun sem hann er að segja, þá verður þú aldrei leið þessi bendandi fingur. En hann getur svo hæglega farið á loft. En ekki þegar að þú hefur séð hvernig á að gera þetta. Það heitir með öðrum orðum, vertu dáinn sjálfum þér. Og þá kemur bara Kristur fram í öllu sínu veldi í gegnum þig. Við sjáum myndir af þessu þegar að Kristur, það er eftir krossfestinguna, og ég er hérna inn í rými, ekki læstu rými reyndar, ég hafi lokuð hurðin reyndar. Og Kristur, ef hann myndi birtast, þá myndi hann birtast bara inn í þessu rými. En hann vildi birtast þeim inn í því rými sem þeir voru í, lafhræddir, að því hann fylgdi þeim. Hann var þar. Hann elti þá, hann fór með þeim. Við sjáum það þegar að þeir voru að ganga á gangi þarna til lærisveinar að ræða þessa viðburði sem urðu til í kringum hann og mikil ólga, og þeir eru alveg uppteknir af þessu og eru náttúrulega sorgmæddir yfir því sem skeði, eru búin að missa besta vin sinn, við hljótum að geta skilið það. Við sjáum að Kristur lappar með þeim. Af hverju? Af því að hann fylgdi þeim alltaf eftir. En svo vildi til að þeir sá hann þarna. En þeir þekktu hann ekki. Hann segir, hvað er það, Kristus segir við þá, spyrir það, hvað er það sem þið ræðið svona svakalega alvarlega? Og þá segja þeir eitthvað á þá leið að þú ert líklega eini maðurinn hér í Jerúsalem sem ekki veist hvað þau borið við. Hvað er það að segja? Hvað skeiði? Þeir þekktu hann ekkert. Og það var nótt að komi kvöld og orðið dimmt og reyningi að gengi eitthvað í gangi, og þeir bjóðu hann að koma, komdu til okkar og vertu hjá okkur í nótt, því að það er að koma myrkur og nótt og það getur engi verið á ferli í þessu myrkri og þessari nótt. Og Kristur sem sagt þiggur þetta. En takk eftir því, hann ætlaði bara að ganga áfram. Hefði þeir ekkert sagt, þá hefði hann gengið áfram. Þetta er líka mynd af því að þú þarft að kalla eftir honum. En þeir buðu honum inn, þeir þekktu hann ekki að vísu. Það var samt ákveðin mæli stika sem þarna er sett fram. Hún fjallar gesturreisni og náunga kærleika. Þeir sýna það þarna, þessir menn, líklega vegna þess að þeir voru búin að umgangast Krist það lengi að þeir þekktu orðið þetta og þeir standa sína plikt þar og bjóða þessum manni. Þeir vissi ekki að þetta væri Kristur. Þannig að þeir voru bara að bjóða einhverjum ókunnugum manni inn. Og hann eitthvað fyrir átelja þetta við það, þeir hafi ekki þekkt svo framvegis. Þeir voru alveg bara lokaðir. Þetta bara gat ekkert verið Kristur, en við horfðum á hann deyja á krossinum. Þetta voru kannski menn, voru þetta ekki menn sem voru þarna við krossin þegar hann dó. En nú var hann upprisinn. Og hver oft talaði hann ekki sína upprissu við hópinn sinn. Það var hann mjög oft. Og svo sest hann við borðið og þeir ber eitthvað fram, eitthvað matarkyns handa fyrir sjálfan og bjóða honum. En það er ekki fyrir en hann tekur brauðið. Hann virðist hafa brotið alveg með sérstökum hætti frammi fyrir þeim. Hann vissi náttúrulega alveg hverju þeir voru. Og hann gerir það. Þá ljúkast upp augu þeirra, hei, þetta er Kristur maður. Og þegar að leið og þeir voru búin að þekkja, þá hvarf hann.
Af hverju? Af því hann þurfti ekkert að sýna þeim neitt meira. Hann að sýna okkur það öllum að hann með okkur. Já, þar sem við erum. Hann gekk með þeim, þar sem þeir voru. Hann gengur með okkur núna í anda sínum. Hann kom ekki í gegnum vegginn þegar hann birtist í herberginu. Hann var með þeim. Hann hérna. Segðu þetta með mér þar sem þú ert, hann hérna. En þú sérð hann ekki, en þú veist af honum í hjartaðinu. Það þetta sem hann vil byggja upp. Meira en nokkuð annað. Þannig að við sjáum líka að við þurfum að vera með ræktarsemi gagnvart honum. Þung þessi ræða, hver getur borið hana eitthvað svoleiðis. En hún ekki þung. Sannleikurinn aldrei þungur. Ef að sannleikurinn sem talar til mín þungur, það vegna þess að ég búin að afskræma sannleikan. Ég viki honum úr mínu hjarta og settar eitthvað inn sem ekki sannleikur. Svo kemur sannleikurinn inn í það og þá stuðast ég. Það þess vegna sem ég stuðast. Og þess vegna segi ég kannski, þung var þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Drottinn talar sannleika. Og það, ef hann bara leyfir honum að tala, þá kemur að þeirri stund að sannleikurinn, hann bara lætur vel í eyrum. Sannleikurinn til að láta vel í eyrum. En þegar við erum eins og við erum, hugsandi fólk svo margt, þá getum við tekið svo margt inn. Og við erum að hlúa að þessu, einhver að þessu sem við tökum inn, svo allt það orðin einhver sannleikur. Hver þekkir ekki þetta? Og núna getum við farið aftur til upphafsins, þegar að upphafsins til skilnistri, skóðs og eils, þar sem að Satan var að skottast. Og hann sannfæri fólkið það, sem kom gegn því sem að Drottinn var búinn að segja. Að þessu tré megið ekki snerta, þið megið ekki eta því, þið megið ekki snerta það, látið það eiga sig. En þau hlýddu ekki, þarna kom forvitnin upp í okkur, og þannig það oft með það sem að fellur okkur, að forvitnin togar okkur til sín. Svo allt í einu erum við bara dottin ofan í þetta súpu. Við ætlum ekki að hafa okkur upp úr nattur, sem deyja þar. Akkur haldið að Kristur sé með sitt fólk á vappi og ferð? Akkur haldið þið að hann sé á ferðinni sjálfur? Akkur heldur hann gangi í humátt og eftir mér og þér þegar við erum á gangi eða á ferð? Hann vill fá að vera þar sem við erum, af því hann vill ekki sjá af okkur andartak. Hann veit, hann getur ekki séð af okkur andartak því að við erum svo fljót að grípa til ykkur ákvarðana. Vegna þess að orðin eru allt í kring, þau eru út allt. Leika okkur til hægri og vinstri. Og hvað af þessu rétt? Hve oft höfum við ekki spurt okkur að því? Já, hvað af þessu rétt? Það alveg ljóst að ef við svo förum aftur inn í hann ræðusal sem hreinsaðist út vegna orða Krist, að fólki var ekki að meðtaka þetta sem einhver rétta kennslu. Og hverju sátu eftir? Hverju stóðust þetta álaup, þessa innrás, sannleikar? Strákarnir sem voru farnir að vita hvað þetta sneri sem hann var að koma með, þeir sátu allir eftir. Og Pétur svarar fyrir hönd okkar allra, hvert eigum við að fara? Þér hafið orð eilífs lífs. Þetta magnað. En þetta sannleikur. Þetta það sem þarf að heyrast.
Þetta það sem þarf að óma og hljóma. Þetta það sem þarf að vera. Þannig að við erum alveg á réttri grein og réttri hillu sem að viljum hlusta á svona boðskap. Og eru þeir bara sem allar flestir og sem allar oftast. Því að þetta boðskapurinn sem þarf að heyrast. Það sótt að þessum boðskap og það hefur alltaf verið með þeim hætti. En ég vil lyfta honum upp. Ég vil hafa hann hjá mér, þar sem ég er. Og ég vil bjóða fólki upp á þetta. Ég er ekki að bjóða fólki upp á sjálfan mig. Ég er hvorki betri að vera en aðri menn, en ég er bara eins og aðri menn. En ég er að tala um Jesú. Hann er það sem þú þarft að vita hann er það sem að Pétur og þeir strákar vissu og hann var til þess, það sem þeir vissu, að Pétur talaði með þeim hætti sem hann talar. Hvernig talar þú? Talar þú svona? Eftir átök og reynslu sem var bara mjög erfið, talar þú svona? Ef þú ert þessi manneskja, þá segir Drottinn, til hamingju kæri vinur, þú hefur sigrað. Og hverju sigruðu í þessari rimmu þegar salurinn tæmdist? Það voru þeir sem að Kristur hafði náð að byggja upp. Vert þú þessi manneskja? Þetta er mynd af því að byggja upp, að Kristur fái að byggja okkur upp. Þetta er orðum það. Við sjáum líka að þeir voru margir sem komu vildu heyra en hlöpu svo frá öllu saman að þeim leist ekkert á þetta. Þannig erum við líka, en við getum ekki verið á báðum þessum stöðum. Við verðum bara að taka því sem Drottinn hefur handa okkur. Og ef við sitjum undir ykkur sem er svona erfitt að sitja undir, en látum okkur hafa, það er að byggjast upp í trúnni. Trúin er sem sagt byggir okkur upp þegar við þraukum, þegar við stöndum af okkur stormin. Ef við látum stormin feikja okkur tilbaka, það er engin sigur. En þegar við stöndum hann af okkur, því það kemur logn eftir stormin, það er sigur. Hvor megin er þú? Já, þú þarft ekki að svara mér því, því að mér varðar raun ekki það. En ég hveti til þess að svara þessar spurningu fyrir þig sjálfan og sjálfa. Því að þú þarft að vita svarið sjálfur og sjálf. Mér varðar ekkert svarið þitt hvað það varðar. En þú þarft að vita það. Þannig að við erum að boða góða boðskap sem að bjóðum fólki að hlusta á Krist. Og þessi boðskapur hefur gengið með manninum í 2000 ár og hann hefur ekkert breytt sér. Og það er eina skýring til af því að Kristur vakir yfir sínu orði. Já, hann birtist í herbygginu. Þeir voru, 10 mann segjum þá, allt innu voru 11. Það kom enginn inn hurðina. Það heyrðist enginn banka. Af því hann var alltaf með þeim. Hann er það sem ég er. Hann segir þetta á mörgum stöðum. Hvar sem 2 eða 3 eru saman komnir í mínu nafni, það er ég. Já, ef hann vildi þá gæti hann birst þar. Þá myndi hann birtast bara mitt á meðal þeirra. En svona mannlega skýringin er með þetta þegar hann kom inn herbygginn, hann hafa komið í gegnum vegginn. En hinn er miklu réttari. Ef þú skoða það, þá sérðu að hann hlýtur að hafa bara verið með þeim inni. Það er margt sem að bendi til þess að hann hafi verið þar. Og aftur tölum við mannin sem að gekk með þeim strákunum sem voru að ræða svo mjög atburðina skömmu áður. Við erum að tala krossfestinguna. Það var Kristur sjálfur. Við vitum að þetta var Kristur. Þeir þekktu hann ekki að vissu, en vissu það eftir á að þetta var Kristur. Hvaðan kom hann? Ég allavega veit ég, það veit ég ekki, ég veit að bara hann vissi hvar þeir voru.
Og er það ekki svolítið styrku fyrir okkur? Við verðum að vita það að Kristur veit hvar við erum. Og hvað segir það mér? Við skulum hætta að pukrast. Þegar hann veit hvað við erum að gera. Þannig að við ætlum framvegis að lifa bara í sannleikunum og láta okkur hafa það sem á dynur. Þegar það margt mun á dynja. En með Kristi sigrast allt í Jesú nafni. Segð þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.